Það virðist vera bara stór fréttir frá KEA hótelum ítrekað. Það virðist allt vera að gerast hjá okkur. Segðu okkur kannski aðeins til þess að byrja með bara hvernig er staðan akkurat núna? Hvað eru mörg hótel sem heyra undir ykkur og hvað er á teikniborðinu? Það mikið að gerast og 2013 er svona árið þar sem að hlutirnir klárlega ýmist fóru á teikniborð eða urðu að veruleika. Og við erum stödd hérna núna í Múlabergi eftir mikla breytingar á Hótel KEA þar sem að við breyttum ekki aðeins KEA heldur miðbænum svolítið. En við opnuðum í júní, þá opnuðum við nýtt hótel í Reykjavík Lights á Suðurlandsbraut 12, 105 herbergja hótel. Og það var verkefni sem að hófst nú bara í desember í fyrra og þannig að það var keyrt áfram, mjög skemmtilegt. Og svo erum við hérna núna nýbúnir að skrifa undir samning sem að þótti nú mikið fréttefni þar sem á að taka Apotekshúsið gamla, eða Reykjavíkur Apótek og breyta því í hótel. Og KEA hótel verður rekstraraðili að því og sem er mjög skemmtilegt viðbót í flóruna okkar. Og við ætlum að opna það síðsumars 2013, semst bara 14 á næsta ári. Og við þetta þá erum við að ná svona enn betri hvað segir svona markaðshlutdeild í miðborg Reykjavíkur og svona þegar að menn svona kíktu á þetta hvernig lítur Austurvöllur út í dag að þá er komin tvö samliggjandi hótel með sama rekstraraðila frá horninu sem að snýr að Dómkirkjunni og alveg út í Austurvöll. Þetta er rosalega skemmtilegt og til viðbótar við þetta þá er líka verið að ganga frá samningum stækkun á borginni. Þannig að við erum komið með þarna 143 herbyggi sem sagt við Austurvöll í þessum tveimur hótelum. Og þetta er rosalega mikið. Maður áttaði sig ekki á því alveg meðan þetta var bara svona í burðarliðnum. En þegar þetta er raunveruleika þá er þetta bara svolítið mikið og flott. Maður er svolítið stoltur að vera að koma með þetta. En hver er þá heildin ykkar? Þeir eru búin að vera og síðan eru líka gamalgróin hótel? Já, KEA hótel eru 6 í dag og núna með þessum áformum, ég náttúrulega gleymdi því, það er líka verið að ganga frá samningum á 8. hótelin okkar. Það verður á Hverfisgötu, mann ekki númerið, það er ofalega á Hverfisgötu, 105 herbyggi sem við opnum 2015. Og er markaður fyrir þetta allt saman? Er ferðaþjónustan bóla eins og stundum hefur verið að tala um eða þið hljótið náttúrulega hafa ofurtrú á því að þetta sé málið fyrst að fara í allar þessar fjárfestingar? Já, vissulega. Við erum að velja okkur verkefnin, alveg klárlega. Það er alveg rétt hjá þér, þetta er svolítið svona bólulegt og það er ótrúlega mikið verið að bjóða og biðja okkur að taka hérna þessu hús og hefja það rekstur. En við veljum þetta af kostgæfni að við teljum. Við hugsum mikið staðsetningar. Og hvers konar hótel verða þetta? Erum við að horfa á lúxushótel eða hostel eða einhvers staðar þar á milli? Jú, við erum að tala nýja hótelið við Austurvöll, semst Apótek, að það verði lúxus boutique hótel í svona, álíka standard og borgin er. Ekki farið alveg sömu leið. En klárlega í svipuðum klassa og það er gaman að geta þess að í stækkuninu á Hótel Borg að þá setjum við svona punktinn yfir yfir þar því að þá fáum við svæði sem við ætlum að nota undir gym og líkamsræktarstöð og spa og heita potta og svona þannig að það hefur svolítið vantað innan gæsalappa á borgina en þetta gerir hana klárlega betri. Þannig að við erum að bæta við lúxusinn þar. En svo på Hverfisgötu að þá ætlum við að vera með 3 stjörnu plus. En það lítur að vera svolítið skemmtilegt að sjá þessi stóru fyrirtæki, akureyrsku fyrirtæki, kannski Kýtlarygg og okkar hérna fyrir norðan eins og SBA eða Höldur og núna þið. Geturðu lýst kannski fyrir okkur hver er stærðin á þessu fyrirtæki? Hvað vinna margir hjá KEA? Hver er veltan og svo framvegis? Já, þetta er alveg rétt. Þetta er mjög skemmtilegt og við erum meðvituð þetta og við spjöllum stundum þetta við eigendur fyrirtækjana og sem sagt
þetta er sérstakt að við séum staðsett hérna. Þetta orðið svolítið meira akkúrat öfugt. Að fyrirtækin eru meira með útibú hér en við erum með eiginlega megnið af starfseminni orðið hérna utan Akureyrar en stjórnstöðinni hér. Hjá KEA hótelum eru, þegar mest lætur núna eins og í sumar að þá erum 200 manns sem að vinna hjá okkur og svo eins og ég var að segja þá náttúrulega fyrirtækið að stækka mikið þannig að það er bætt verulega í. Við erum að velta 2 milljörðum á ári og við erum bara að stækka. Þannig að þetta risafyrirtæki. Hvað með það að vera að stjórna þessu fyrirtækjum út á landi? Er það kostur eða galli eða hvort tveggja kannski? Sko, það er klárlega kostur á mjög margan hátt. Fyrir okkur þá í rauninni sem sagt fyrirtækið eru starfsmenn þess og hérna mjög lítil starfsmannavelta og hefur alltaf verið hjá KEA hótelum. Það okkur helst vel á starfsfólki þannig að reynslan og getan, kunnáttan, hún er hérna og ekki nokkur ástæða til þess að fara að reyna að kópía hann einhvers staðar. Þetta rosalega skemmtilegt, þetta er krefjandi en þetta líka gefandi. Það gaman að taka þátt í því að móta þetta, sjá sem sagt hótel alveg frá vera til frá grunni. Það þarf að viða sér hérna hugmyndum og upplýsingum og þetta kemur víða við. Þetta er mjög skemmtilegt.